ég lendi í þessu sjálfur sko, ég lendi í líkamsárás Já. og og eftir það sko þá var maður alltaf svo óöruggur sko og var alltaf lítið í kringu sig og þá var maður að bera með sér vopn sko Já. til þess að bara einhvern veginn þetta lét mann líða einhvern veginn betur öruggari og það var eitthvað að vera að segja mér bara að þú ert að auka líkunar á því að vera ofbeldiður með þetta og það er alveg rétt sko. Já, en hvað var til þess að þú lendir í líkamsárás? Þetta var eitthvað með einhver stelpa þetta var mjög skrítið sko. Bara eitthvað... Þetta var eitthvað svona hópur, eitthvað svona gengi sem að eitthvað plataði mig einhvern veginn þetta var út af einhverju stelpu. Já, þetta var eitthvað ég var 17 ára sko og ætlaði að vera einhver svona hetja og var eitthvað svona af hverju varst að meiða þessu stelpu eitthvað og svo ætlaði að hitta einhvern einn og svo var þetta bara eitthvað fullt af einhverju gæjum, gengi og það var lamið mig og sparkaði í mig og það var ætlaði ekki að hætta sko. Nei. Hvernig varstu mikið meiddur eða? Já, þú veist, ég slapp mjög vel sko með að þetta var á malbyggi og maður datt í malbyggið og slapp mjög vel sko. Maður með einhver svona ör eða eitthvað þetta er rosalega samt, þú veist, að taka bara einn gaur og vera bara margir að berja. Þannig að rosalega harka, sko. Þú veist, ekki það, þú veist, þegar ég var úlingur þá var alveg slegist, sko, á böllum og svona, en ekki svona, þú veist, ekki svona skipulagt, sko. Já, þetta er mjög leiðilegt, sko. Og þetta var út af, þú sagðir eitthvað á samfélagsmiðlum, væntanlega. Já, það var eitthvað svona samskipti á samfélagsmiðlum og svo. Já. Og hvað, þurftir að fara á spítala? Já, ég fór á spítala, kom ekki sjúkrabíll sko, kom lögreglubíll og það var eitthvað of mikið að gerast og var ekki tjekka á mér eitthvað 7 tímum seinna eitthvað. Og varstu bara settur á bráðamóttökuna? Já, ég var settur á bráðamóttökuna og svo var gæi við hliðina á mig með glerbrot inn í auganu og hann var bara gett slakur bara, það var bara gett steikt og enginn að tjekka á hann sko. Shit, það er svo brjálað að gera á bráðamóttökunni sko. Já, þetta er rosalegt. Og hvernig tóku foreldræðinir þessu? Þau voru alveg mjög miklu sjokki sko. Já. Svo var maður að gangi ekki alls konar ferli eitthvað og ég kæri þetta og ég endaði með að kæri þetta. Og svo fór þetta bara í eitthvað ferli og svo 2 árum seinna þá loksins gerist eitthvað og þá þá byrjar þetta gengi að elta mig bara og til þess að reyna að hræða mig og fella niður kæruna. Já. Og það var algjört helviti sko, þessir 3 mánuðir að gangi gegni það sko. Shit. Bara öll fjölskylda mín bara í stressi og... Já, eðlilega. Og bara, þú veist, tók þetta 2 ár bara að fara af stað í kerfinu. Já. Kærður þetta og það voru 2 ár þangað til að gerast eitthvað. Já, svona 1 ár og 8 mánuðir eða eitthvað. Já. Og hvað, og voru þeir þá að fylgjast með þér eða elta þér? Já, þetta var eitthvað, ég postaði einhverja story og þá allt innu mættu þeir á staðinn og ég þurfti að hlaupa eitthvað og svo sá einn þeirra mig og byrjaði bara að hlaupa eftir mér og ég hljóp á svona hraðbraut á Garðabænum og þetta var bara eins og eitthvað bíómynd sko. Það var bara komu 2 fjórhjól og krossari og einhver BMW á eftir mér og ég var hlaupandi á móti umferð á hraðbraut sko. Bara til að hræða mig frá einhverju kæru, einhverju eldgömlu og ég rétt svo slapp eitthvað annað og... Þú hefði getið orðið fyrir bíl? Já, það var muna litli sko. Já. En svo var maður bara að hugsa bara á maður að draga þessa kæru niður eða er þetta virkilega svona? Bara, hringdi oft í lögregluna og þeir sögðu bara hvað hefur að gera? Hefur að vera með bíl fyrir utan heimilið alltaf? Já, bara, já. Þú veist, og hvernig endaði það?
endaður með að draga þetta tilbaka? Já, og svo endaði ég bara með að draga tilbaka. Ég ætlaði ekkert að gera það, sko. Mér langaði ekki að gera það. Og ég vildi ekki sætta mig við að samfélagi væri svona. Einmitt. En svo er svo rosalega sorglegt að bara ég þurfti að gera það, sko.